Olíufélög sem undirbúa leit á Drekasvæðinu félög hafa óskað eftir því að Húsavík verði þjónustuhöfn, bæjarráð tekur jákvætt í það. Að öðru, olíufélög sem undirbúa leit á Drekasvæðinu hafa óskað eftir því að Húsavík verði þjónustuhöfn fyrir borpalla. Umsókn lóð hefur verið send til bæjarráðs Norðurþings sem tekur jákvætt í erindið og Kristján Már Unnarsson segir frá. Fyrstu 2 sérleyfin voru afhent í byrjun janúar og merki sjást nú að félögin eru byrjuð að undirbúa leitina. Fulltrúar annars leyfishafans, Íslensk kolvetnis, Ferropetroleum og Petoro hafa nú sótt lóð við Húsavíkurhöfn undir aðstöðu til að þjónusta leitarborpalla. Í fundargerð bæjarráðs Norðurþings kemur fram að óskað eftir svæði til að geyma pípur og borstangir, svæði fyrir sementstanka og leðjutanka, lóðundir vöruhús og tengingum við vatn, olíu og rafmagn. Bæjarráð tekur jákvætt í erindið og býður umsækjendum til viðræðna við bæjaryfirvöld, segir í bókun. Þorkell Ellingsson hjá Íslensku kolvetni segir að Húsavík sé eini staðurinn sem hópurinn hafi sótt og að hún leggi afskaplega vel við. Þar sé að finna margs kyns þjónustu eins og hótel, sjúkrahús og flugvöll og stutt sé til Akureyrar. Athygli vekur að félögin taka Húsavík fram yfir staði eins og Vopnafjörð og Þórshöfn sem liggja nær Drekasvæðinu og segir Þorkell ástæðuna þá að meiri þjónusta sé í boði á Húsavík. Fjarðabyggð, Seyðisfjörður og Akureyri hafa einnig sóst eftir þjónustuhlutverki en með þessari umsókn ljóst að Húsavík orðinn fyrsti valkostur.